Febrúar 2005 skall þetta verðstríð á. Þetta var milli Bónus og Krónunar, Netto og Costco tóku einnig þátt á tímapunkti. Krónan hóf verðstríðið með því að lækka verð sín 25% og byrjaði þá snjóboltinn að rúlla. 8. mars ritaði Vísir.is: mjólkulíturinn fékkst fyrir minna en 1 krónu í Bónus í dag og í Krónunni mátti sjá fólk hamstra gos fyrir fermingaveislunar. 2. júní var stríðið ennþá í gangi og sagðist Krónan hafa fjölgað viðskiptavinum sínum 80% síðan verðstríðið hófst. Þann 5. júlí gat verðmunur á einstökum vörutegundum milli matvöruverslana numið meira en 1000%. Ég veit hvort að hugsa, Þórhallur. Já. Þú ert að hugsa hver staðan á Special K morgunkortinu í þessu stríði. Já, nákvæmlega. Ég er býð eftir því. Komdu með það. Þá get ég sagt þér að 750 gramma pakning kostaði 489 krónur í verslunni Gripið og Greitt en 73 krónur í Bónus í Holtagörðum. Nei, hættu nú. Special price for you, my friend. En eins og John Lennon söng þá stríðinu lokið. Já. En það dró vissulega dilk á eftir sér. Samkeppniseftirlitið rannsakaði verðstríðið og lagði 315 milljón króna sekt á Haga, eigendur Bónus. Dómurinn segir að Krónan væri rétti af því að hún var nýrri á markaðnum og minni fyrirtæki. Þá máttu þau lækka 25% og hefja svona ákveð stríð, en Bónus mátti ekki svara með því að lækka eins mikið. Hagar áfrýjuðu til Hæstaréttar og enduðu með að þurfa að greiða Norvik 51 milljón. Tímavart með Tona og Tótó.